Þá komu að öðru lið á dagskrá gisting í íbúðasvæðum, rammaskipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér verið að leggja fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 tillögu að breytingu á aðalskipulagi sem felur í sér breytingu á stefnu varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á íbúðasvæðum. Tillagan var auglýst þann 4. mars 2020 með athugasemdafresti til 15. apríl 2020 og barst okkur ein athugasemd. Lögð fram tillaga sviðsstjóra skipulagssviðs að svari við athugasemd sem meðfylgjandi með leyfi forseta. Þar kemur fram að mismunun að ekki sé heimilt að vera með rekstrarleyfisskylda gistingu í fjölbýlishúsum nema sami aðili sé eigandi að öllum íbúðunum eða fyrirliggur samþykki allra eiganda hússins. Orlofsíbúðir mega vera í fjölbýlishúsum og engin rök að það sami ekki að gilda slíkar íbúðir þar sem áhrifin eru sambærileg. Svar skipulagssviðs er á þá leið að samkvæmt lögum þurfi engin leyfi fyrir orlofsíbúðir þar sem löggjafinn lítur á slíka notkun sem hefðbundna notkun eiganda íbúðanna. Orlofsíbúðir þurfa því engin leyfi frá bænum. Athugasemd númer 2 er að það ætti ekki vera sömu reglur fyrir fjölbýli með sér inngang en ekki var talið æskilegt að hafa mismunandi reglur fyrir mismunandi tegundir fjölbýla. Númer 3 að breytingar á regluverki undanfarin ár hafa verið mjög íþyngjandi og skipulagssvið segir að það sé rétt að regluverkið hefur verið að breytast undanfarin ár en með þessari breytingu verið að rýmka heimildir frá því sem nú er. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan ásamt svari við athugasemd verið samþykkt og sviðsstjórn skipulagssviðs verið falið að annast gildistökunnar. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráð og tillöguna svari gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.